Heyrðu, já, svo framkom þá heiti ég Andrea og hef undanfarið svona rúmt ár starfað hjá þjónustuteymi fyrir Grindvíkinga. Svona þjónusta sem hefur kannski ekki farið neitt voðalega hátt og ekkert allir sem að vita hvað það er eða hvað hefur farið þar fram. Um, það eru allir Íslendingar orðnir algjöru sérfræðingar í stærð kvikuhólfa og málkunnugir hraunkellingarstjórum og allt það sko, en hvað var verið að gera fyrir Grindvíkinga þennan tíma hefur svona kannski farið aðeins fyrir ofankoruna, þannig að ég fagna bara því tækifæri að fá að fjalla aðeins það og þetta er í fyrsta skipti sem ég fjalla um þetta á Íslandi, ég er búin að fara nokkrum sinnum til útlanda og segja frá teyminu, það er vakið athygli, þannig að já, bara þakka fyrir það. En að veginn Runólfur, ég vona að þetta verði svona aðeins kannski léttara heldur en að Runólfur var með áðan, en ég varð svo sem áþreifanlega vör við þessa fjölþátta ógnir þegar að ég er með meistaranema sem var að skila inn lokaritgerð í áfallastjórnun og gat það ekki út af bilun í Canvas og það var raunveruleg krísa, það bara þurfti að beita sálrænni skyndihjálp þar, sko. Við áttuðum okkur ekki á því hvað var í gangi og þannig að þetta hefur bara, já, ýmis áhrif á líf fólks þegar að svona atburðir verða. En þjónustuteymið hefur starfað frá því í júní 2024 og verkefnin þar er náttúrulega bara mjög mikið byggst á því sem að komið hefur upp þá þegar en það náttúrulega þarf að leita fanga annars staðar þegar eitthvað kemur svona upp, það er náttúrulega orðið fordæmalaust hefur kannski orð áratugarins, það er allt fordæmalaust sem við upplifum í dag. Og þetta viðbragð sem að fór í gang þegar að Grindavík var rýmd, kannski dæmi það að það sem að var talað um áðan að það kannski ekki gott að sé að spretta upp svona einhverjar einingar sem stjórnvöldum dettur í hug og svona án þess að vera í samráði, en þetta var kannski svona mörgu leyti annars eðlis, þarna var kannski ekki það að ræða að fólk færi heim til sín eftir að atburði leki heldur dreifðust íbúa Grindavíkur bara. Ég held að börn úr grunnskólanum Grindavíkur gangi núna í nærri því 40 grunnskóla þannig að all land. Þannig að það þurfti að beita einhverju svona, búa til eitthvað nýtt og bregðast við með einhverjum hætti sem að var svona svolítið búið til á hlaupum. En svona þetta haft að leiðarljósi sem stendur þarna uppi að það þurfi að beita gagnreyndum aðferðum og það þurfi að nálgast fólk ekki bara í upphafi heldur til lengri tíma og með slík nálgun þá styrkir sálrænan bata og seiglu. Ég ætla nú ekki að fara djúpt í þetta er eitthvað sem allir inni vita allt bara svona aðeins til að setja ykkur í hugarheim fólks sem að bjó og býr á þessu svæði, hvað það upplifði og er ennþá að upplifa því að við erum ennþá náttúrulega öll að bíða eftir hvort það kemur annað gos. Það er nú margir sem telja að það verið þá mjög stórt og svona þannig að fólk er ennþá kvíðið og órólegt um stöðuna á svæðinu. Og því að komið inn á COVID áðan, það var náttúrulega þannig að fólk á Reykjanesi og við það náttúrulega vart við jarðskjálfta og svona jarðhræringar og ákveðna atburði meðan að COVID var ennþá í gangi, þannig að fólk er bara bæði hrætt við að snerta banan út í búð og vissi ekki hvort það kæmi kannski eldgos í bakgarðinum, þannig að aðdragandinn og við höfum orðið mjög vör þess í samtölum við Grindvíkinga undanfarin misseri að atburðirnir í aðdragandunum voru ekki síður til þess að vekja kvíða og vanlíðan hjá fólki og sérstaklega þarna vikurnar og dagana fyrir rýmingu. Þannig að það er ýmislegt búið að ganga á yfir langt tímabil og það auðvitað dregur aðeins úr orku og getu, þannig að það má eiginlega segja að það sé alveg magnað hvar Grindvíkingar eru staddir í dag, svona miða við. Og þrátt fyrir að það sé jafnvel ennþá spurning núna hvað tekur við og hvað er framundan og enn töluverð óvissa. En það eins og við erum öll fullkomlega meðvituð þá náttúrulega er fyrsta viðbragð, það er rýming, allir fara og hvað svo? Hvað verður fólk? Við vitum allt sprungufyllingar og allt það, en hvað verður raunverulega fólkið? Hvert fer fólk þegar fer heima frá sér og hvað tekur við? Hvert getur það leitað? Þið náttúrulega hafið öll á einhverjum tímapunkti gerir ég ráð fyrir, þekkur náttúrulega ekki öll, en væruð varla hér á sólríkum föstudegi, hefðu ekki áhuga á því að aðstoða fólk í krísu. En þarna var að ræða tæplega 1% þjóðarinnar, tæplega 4.000
manns sem þurftu bara að yfirgefa heimili sína á skömmum tíma. Og kannski einhverjir Grindvíkingar í salnum og ef ég er að fara með einhverja vilsu þá bara rétti upp hönd og leiðrétti mig. En þetta var barnmargt samfélag, 700 börn og það var að ýmsu að huga. Þetta var náttúrulega bara á miðjum vetri og skólastarfinn í gangi og kalt úti og fólk þurfti húsnæði og bara allt annað. Þannig að það fyrir náttúrulega bara í gang svona þetta sem við þekkjum, kannski að fara bara hratt yfir sögu þarna. En þarna opnar Rauði krossinn náttúrulega sínar fjöldaþjálfarstöðvar sem eru opnar í nokkra daga og þjónustumiðstöð almannavarna í samvinnu þá við Rauða kross kirkju og sveitarfélagið opnar í Tollhúsinu í Tryggvagötu. Ég var þarna bara í sárasta sakleysi að taka á móti flóttafólki á Akranesi en hafði einhvern tímann í bætti mig gráðu í hamfarastjórnun og þekktan Ingibjörg sem stýrði þjónustumiðstöðinu og hringdi við rýmingu og spurði hvort það var eitthvað sem ég geti gert eða vantaði sjálfboðaliða í eitthvað, þá geti ég nú kannski eitthvað hoppað inn og endaði með því að vera ráðin til almannavarna og var þarna í þjónustumiðstöðinni í húsnæðisteymi og sem stuðningur við félagsþjónustu Grindavíkurbæjar. Þannig að það var nóg að gera. Og það er náttúrulega bara þessi fyrstu viðbrögð, þetta paníkástand, man bara taka á móti fólki sem bara fann ekki úlpuna sína, komst ekki heim til að sækja dótið sitt, vantaði bara pening fyrir bensíni, fólk var búið að fá kannski inn í sumarbústöðum út allt og þurfti að keyra í vinnuna og með börnin í safnskólana og bara bensínkostnaður orðinn gigatískur og allt þetta, þannig að fólk var að leita bara með svona neyðartilfelli í þjónustumiðstöðina sem var reyndar, það var opnað útibú í Reykjanesbæ og þetta eru svona fyrstu mánuðirnir, svo náttúrulega bara róast þetta aðeins og eðli verkefnina fyrir að breytast og í júní 2024 þá lokar þjónustumiðstöðin, eða reyndar í lok maí, mánaðamóti maí-júní, lokar þjónustumiðstöðin í Tollhúsinu en það var alveg ljóst að verkefnunum var hvergi nærri lokið, þannig að eitthvað þurfti að gera svona, það var náttúrulega ennþá margir sem voru kannski ekki komnir í húsnæði, sala húsa til Þórkötlu var enn í gangi og enn mikil óvissa og í rauninni bara svona eftir atburði í byrjun árs þegar svona fólki varð ljóst að það væri kannski ekki lífið í Grindavík yrði ekki alveg samt, bæði eftir slys og hraunflæði inn í bænum og svona sem var til þess að fólk sem hafði í rauninni bara verið í biðstöð og ætlaði að fara heim til sín aftur allt í einu áttaði að segja á því, nei heyrðu, nú þurfum við að koma okkur fyrir annar staðar og þannig að það var töluvert verkefni framöndan að styðja við fólk sem kannski hafði ekki bara aldrei verið á leigumarkaði eða jafnvel aldrei bara þannig lagað keypti sér húsnæði. Við hittum alveg hópa fólki sem hafði bara byggt sín hús með eigin höndum fyrir sparamerkjafél fyrir 60 árum eða eitthvað og þurfti svo allt í einu að fara að sækja húsnæðisbætur og svo framvegis og þetta var náttúrulega verkefni sem var ennþá í gangi. Þannig að í lögum Grindavíkurnefndina sem voru sett í júní 2024 kemur fram að nefndin skuli starfrækja þjónustuteymi sem heldur utan þessa félagslega þætti og sjá það sem fólk þarf á að halda. Og teymið hóf störf í júní og það var hún heitir Jóhanna Lilja og var skólasálfræðingur skólaþjónustu Grindavíkurbæjar. Hún leiddi þetta teymi og tók með sér bara mjög gott fólk sem hafði starfað í Tollhúsinu, sérfræðingi í skólamálum, félagsráðgjafa, sálfræðing og annað. Og tók við bara tómu húsnæði í mennta- og barnamálaráðuneytinu og stóð bara þar inn á gólfi og þurfti bara að gera og græja. Þannig að teymið byrjaði á því að keyra út allan bæ og sækja stóla á borð og tölvur og skilrúm og bara svona einhvern veginn að rigga upp starfsemi sem að engin fyrirmynd var til að. Og það tókst nú svo sem allt saman og þá auðvitað þegar það var komið í gegni og fólk var komið tölvu og netfang og síma og allt þetta sem það þurfti að gera og græja að þá þurfti að setjast niður og athuga hvað á að gera, hvað ætlum við að fara að gera og hvernig byrjum við á þessu. Í teyminu það bara voru eins og ég sagði sálfræðingar, félagsráðgjafar, sérfræðingur í lýðheilsufræðum, skóla, sérfræðingur og það voru svona á hverjum tíma líklega á milli svona minnst 3 til 5 til 10, 12 einstaklingar í teyminu.
Við setti hann svona mynda harmoniku því að þetta bara svona dróst saman og þandist út allt eftir verkefnum og þörfum og eftirspurn. Og þá við þurftum að fá hagfræðing á tímabili af því að við áttum með miklum samskipti við fjársýsluna og svona eitthvað undarlega hluti sem að maður átti kannski ekkert endilega vona að þurfa að spá í. En það fyrsta sem að teymið gerði var í rauninni að teygja sig bara aðeins út til samfélagsins og hringja í fólk. Bara hringja og taka stöðuna, hvar á fólk statt, hvað vantaði það, hvernig gengur og svo framvegis. Og það var hringt í alla foreldra að barna í Grindavík. Og eldri borgara og notendur félagsþjónustu. Þetta voru þeir hópar sem var hringt í fyrst. Og það var bara ótrúlega góð svörun, þegar ég segi svörun, það var bara fólk sem var viljugt til þess að taka þátt í samtalinu og veita upplýsingar og það voru, hringt þarna í 800 heimili af þessum 1100, svona til að byrja með. Notendur félagsþjónustu, það var það fólk sem hafði jafnvel verið á fjárhagsaðstoð eða leigt félagslegt húsnæði eða eitthvað slíkt. Og með þessum samtölum kom mjög margt fram. Þetta voru gríðarlegt magn upplýsinga sem við fengum með þessum hætti og þá var svona í rauninni betur hægt að gera sér svolítið grein fyrir því hvað var þá næst, hvað var það sem var mest áberandi. Þarna var reyndar stjórnvöld höfðu samþykkt fjármagn til þess að veita sálrænan stuðning til fólks og þannig að það var byrjað að afgreiða uppsóknir það. Og það kom bara þannig mjög fljótt í ljós að það var mikil þörf fyrir það. Það var mikil vanlíðan, mikil andleg vanlíðan hjá fólki og óvissa, óöryggi, fólk orðið mjög þreytt, búið að flytja kannski 6-7 sinnum, vissi ennþá ekki hvar börnin þeirra væru að fara í skóla haustið, vissi ekki hvort þau áttu að fá peningana frá Þórkötlu og bara svona milljón hlutir sem að ennþá voru þarna svolítið svona upp í loft. Og í þessu verkefni, úthringiverkefni, þá var náttúrulega fundað fram og tilbaka og verið að velta fyrir sér hvað væri þá gott að gera næst, hvernig væri hægt að bregðast við þessari þörf og þessum erindum sem að koma upp hjá fólki. Og það var ákveðið að fara af stað með fræðslu. Með stuðningi Rauða krossins fór teymið af stað með fræðslu. Þannig var aðallega beint að skólum á Suðurnesjum. Rúmlega 60% allra Grindvíkinga eru búsettir á Suðurnesjum og flest grindvísk börn eru í skólum þar í nágrannasveitarfélögum. Og það var bæði fræðsla fyrir börn og fyrir kennara og starfsfólk skóla og foreldra. Það bara sérhæfð fræðsla andlega líðan og hvað er eðlilegt að upplifa í tengslu við áföll og þetta voru þá sálfræðingur úr teyminu og í samstarfi við sálfræðistofuna Siglu og fleiri aðila. Þannig að það var bara lögð áhersla á það að fá þetta einhvern veginn alla til að vera með svona svipaðar upplýsingar og styðja foreldra bæði í hugsun börnin sín, styðja starfsfólki í skólum til að taka við. Það var náttúrulega kom allt í einu gríðarlegu fjöldi barna sem að nýverið höfðu orðið fyrir áfalli í skóla á Suðurnesjum og við horfum til dæmis á sveitarfélög eins og Voga sem hafa lítill skóli, nemendum fjölgaði þar mjög hratt á stuttum tíma og þannig að það þurfti svona aðeins að einhvern veginn styðja við og bregðast við. Þannig að þetta voru svona fyrstu verkefni teymisins. Og ég veit að ég tala mjög hratt og bara löngu búið fyrir tíman, þannig ég held að sé alveg að ég góði ef einhverju með spurningu að bara rétt upp hend og tjekka ef það er eitthvað sem að þið eða vilji bæta við. Og svo var einnig fræðsla fyrir eldri borgara af því að það var við sem unnum í Tollhúsinu og vorum í samskipti við eldri borgara og svo starfsfólk teymisins á þessum tíma urðum vöru við það að eldra fólk var mjög svona tilbaka, það var ekkert endilega til neini, það eru nú margir sem hafa verið en ég og neini, ég er nú bara í geymslunni hjá honum syni mínu búin að vera í 6 mánuði og það er allt í lagi með mig, já ég sef nú bara á svona upplásinni dínu, það er ágætt, ég reyndir ekki geta staðið, við heyrðum alls konar svona sögur, fólk vildi bara ekkert láta hafa fyrir sér og svona þannig að það var veitt fræðsla til eldri borgara mikilvægi bara félagslegra virkni og svo hafa verið sett að fót bara víða úrræði og nærliggjandi sveitarfélög hafa verið mjög duglega að bjóða. Já. Hvernig var fræðslan framkvæmd? Var þetta eins mann á mann eða hvernig? Nei, það var farið meðal annars inn í félagsstarf eldri borgara, til dæmis það er hópur sem heitist alltaf í Reykjanesbæ reglulega og í Grindavík, í Kópavogi
og svo held ég að það var eitthvað verið á netinu og já, og svo bara já, ég held að það væri aðalega farið inn í það sem eldri borgarar eru í félagsstarfi og ég veit að Kópavogur var mjög öflugur að bjóða grindvískum eldri borgurum, það voru margir sem fluttu þangað og bara svona reynt að teygja sig til fólks það sem var statt á þeim tíma. Annars kannski flóknar að nýta rafrænar lausnir fyrir ákveðin hluta þessa hóps. Auðvitað þegar maður segir eldri borgara, það getur verið einhver sem er 70 og hleypur upp full og fyrnindi og er í fullri vinnu og svo náttúrulega bara einhver sem þarf að vera á hjúkrunarheimili, þannig að það var svona reynt bara alltaf að laga. Já. Já. En þau sem óskuðu eftir einhverjum sálfræðistuðningi eða slíkt, þau gátu fengið það líka einstaklings? Já. Það er einmitt bara næsta það var sem sagt veitt fjármagn til þess að veita ókeypis sálfræði þjónustu fyrir börn og fullorðna og fólk gat sótt það og í gegnum Ísland.is og það var nú reynt að auglýsa þetta bara svona nokkuð víða en auðvitað er alltaf einhverju hópar sem er erfiðar að ná til og það er einmitt eldri borgara kannski minna á samfélagsmiðlum heldur en margir og svona, þannig að þetta var auglýst á VF Grindavíkurbæjar og samfélagsmiðlum og fjölmiðlum og teymið var með síða á Ísland.is og þar var hægt að sækja sálrænan stuðning. Fólk sendi þá inn umsókn og það var þá ráðgjafi sálfræðingur frá teyminu sem að hringdi í hvern og einn umsækjanda og tók svona spjall, hvað er það sem að svona, þú sér fyrir þér, hvað heldur að þú þurfir og hvernig stuðningur myndi henta þér og svo framvegis og í kjölfarið fékk fólk senda spurningalista. Nú er ég ekki sálfræðingur þannig að Elva þú bara skamma mig yfir að segja hvað fara með eitthvað. Það þurfti að fylla út spurningalista eða var boðið upp á það að fylla út spurningalista sem að gaf þá vísbendingu hvort að fólk væri með meiri einkenni kvíða, áfallastreitu eða þunglindis og þá var svona reynt að vísa fólki á fagaðila sem að sérhæfðu sig þá í því sem að fólk var mest að klíma við. Það voru bara gerðir samningar við sálfræðistofur víða land og mest náttúrulega á Suðvesturhorninu þar sem flesti voru búsettir. Það var líka boðið upp á fjarviðtöl og það var teymið sem sá að taka móti svörum úr þessum spurningalistum og senda tilvísanir á fagaðila sem höfðu svo samband við umsækjanda og umsækjandi og fagaðili komu sér saman bara tíma og fyrirkomulag á því öll saman. Það voru alltaf 12 ókeypis tímar í boði. Í flestum tilfellum var byrjað á að veita 3-6 tíma en svo ef að fagaðili mat það væri þörf á frekari aðstoð þá var það veitt. Ég man ekki eftir því að það einhverju umsókn hafi verið synjað eða neitt slíkt. Það var líka veitt para- og fjölskylduráðgjöf og það voru 800 umsóknir afgreiddar. Það voru bara 800 einstaklingar sem að fengu tilvísun í sérfræðiþjónustu. Stór hluti barna, voru töluverður fjöldi barna sem að fékk þarna tilvísun í gegnum teymið. Það voru þeir möguleikar sem voru þarna í boði voru að fara á stofu eða til sjálfstætt starfandi. Sumir voru hjá fagaðila nú þegar og ef að fólk vildi halda áfram hjá þeim og þá var viðurkenndur aðili að þá var hægt að fá stuðning í gegnum teymigreiðslur fyrir þessum tímum hjá viðkomandi. Og svo einmitt boðið upp á Karakonekt fjarviðtöl. En það var bara sett eitthvað, nú kann ég ekki alveg orða þetta, það var skilyrði að meðferðaraðilinn væri með starfsleyfi á Íslandi til þess að starfa sem meðferðaraðili. Það var svona, já, og flesti samningarnir voru við stærri stofur og þetta bara gekk nokkuð fumlaust fyrir sig og já, það var bara, mæltist vel fyrir svona í þeim tilfellum sem sótt var Stór hluti af starfsemi teymisins var náttúrulega bara almenn félagsleg ráðgjöf. Fólk hringdi í teymið með bara ótrúlegustu erindi enda það að koma sér fyrir á nýjum stað og byggja upp nýtt líf í umhverfi sem hún þekkir ekki og annað, það er bara stór áskorun. Eins og ég nefndi áðan, fólk kannski veit ekkert hvað, hafa kannski búið með foreldrum áður, fluttir núna í sjálfstæða búsetu og átti þá rétt á heimilisuppbót og fólk bara, ég veit ekkert hvað það er og hvar sækjum það og hvað er þetta. Og húsnæðisbætur, það var nú einn frumskógur sem þurfti að fara í gegnum og svo framvegis.
það að fara inn á heilsuveru og skrá sig á nýja heilsugæslu, skrá börn í tómstundastarf, sportæflur eins og hefur komið fram og þá var Grindavík mjög vel statt sveitarfélag með íþróttaiðkum barna, þú borgaði bara 1 gjald á ári og börnin gáttu bara farið, það var bara ekkert vesen, en þeir sem hafa þurft að skrá börnin sína í gegnum sportæflur, það er nú bara til að gera hvern mann brjálaðan stundum. En en það var sem sagt bæði svarað í síma og fólk gat líka komið niður í Borgartún og við fórum líka bara gjarnan heim til fólks. Ef að fólk átti ekki heimagengt eða var ekki á bíl eða eitthvað þá var það alveg í boði. Við fórum í fjölmargar heimsóknir á Suðurnes og í Árborg og einhverjir höfðu farið í frí erlendis eða eitthvað og þá bara var boðið upp á myndsýntöl, þannig að við reyndum að virkilega mæta fólki þar sem það var statt bókstaflega, eins og svona kjarnin í því eins og hefur verið komið inn á áður. Fólk hringdi bara þegar það var einmana, fólk hringdi af því að því leiði mjög illa og við höfum alveg þurft að vísa og gott að hafa sálfræðing og félagsráðgjafa svona saman í teyminu því að stundum hringdi fólk og sálfræðingur var fyrir svörum og áttaði sig á því að kannski var í félagsráðgjafi betur til þess fallin að leysa úr, til dæmis ef mikinn fjárhagsvanda var að ræða eitthvað slíkt. Svo hringdi kannski einhver sem þurfti bara virkilega á sálfræðiaðstoð að halda og þá gátum við vísa svona á milli og þannig að þetta var ótrúlega svona, virt batteri á þessum starfstíma. Og sumum leittist hringdu við áttum bara marga svona vini sem voru að hringja bara svona, sumur bara til að bölsótast út í okkur og við leyfum það bara, það er allt í lagi. Við vitum það náttúrulega reiði er bara birtingamynd, vanlegunar og það er bara í góðu lagi, við tókum alveg við því. Og reyndum að leysa úr og allt í mesta bróðirni. En við vorum að kíkja á kerfið daginn og sáum að það hafa farið svona 2500 símtöl úr símkerfi teymisins bæði til okkur og frá okkur, auk allra tölvupósta, funda og viðtala og alls þess sem að við gerum. Þannig að þetta var alveg, það var nóg að gera, skulum við segja. Eitt af því sem að teymi tók að þessi líka, Já, það er mjög góði punktur sem ég kem einmitt betur að síðar en við reyndum í hvers skipti sem eitthvað var auglýst og þá var það á ensku og pólsku líka og við vissum það alveg að það væri alveg yrði áskorun og við höfum orðið líka verið það í Tollhúsinu að það var kannski gat alveg verið áskorun og við buðum upp á túlkaþjónustu ef fólk þurfti og svo framvegis þannig að við svona reyndum það sem hægt var en vissulega er það hópur sem er áskorun að ná til. Og við þurfum alveg að það þarf að einhvern veginn að skoða það, hvernig það er gert svo vel sé. Grindavíkur nefnd var í ágúst 2024 falin ábyrgð á framkvæmd laga grunn- og leikskóla, semst öll mál sem tengdust grunn- og leikskólabörnum frá Grindavík fluttust frá sveitarfélaginu yfir til nefndar og það er náttúrulega alltaf talað í þessu samhengi þar sem að sveitarfélag verða fyrir áföllum og fólk þarf að breyta öllu í sínu lífi að þá er það sveitarfélagi sem ber svona ábyrgð en þarna byggur náttúrulega Grindvíkingar bara í fjölmörgum sveitarfélögum og kannski erfitt fyrir starfsfólk Grindavíkurbæjar sem kannski hafði fækkað verulega að halda utan það þannig að það var féll í hlut þjónustuteymis að vera með samskipti við skóla og leikskóla þar sem Grindavíkurbæjar voru þegar á þurfti að halda. Fyrsta verkefni var að fá öll gögnin og grunnskólanum, skanna þau inn og svona til að geta miðlað þeim auðvitað með rafrænum hætti. Og svo var bara, ef það var eitthvað varðandi skóla, skráningi í skóla, þjónustu eða eitthvað slíkt að þá bara var vísa á þjónustuteymið og það var þá sérfræðingur í skólamálum og við í félagsráðgjöfinni sem svona reyndum að aðstoð styðja við eftir fremsta megni. En auðvitað er náttúrulega alltaf lykilatriði í svona í þessum aðstæðum er að tengja fólk við þjónustu í nærumhverfi. Í því sveitarfélagi sem fólk bjó, sá ég hendi þarna aftast. Já. Já, varðandi bara húsnæði fyrir fólk. Já. Já, ég held að
ég tók nú einhvern tímann, gerði samanburð á viðbröðum við Vestmannaeyjagosinu og Grindavík til dæmis með tilliti til húsnæðismála. Þannig kannski var ekki, þjónustuteymi var kannski ekki beinlínis í þessu þarna þegar það stofnað eru svona flestir komnir einhvers staðar í hús. En það var náttúrulega að kafa mjög vel ofan í sauman á því hvað væri hentugasti kosturinn og til dæmis voru tilbúnar 200 íbúðir sem að leigufélagið Bríet keypti og fyrstu íbúðir voru afhentar þarna jólin 2023 mánuð eftir rýmingu og það var í rauninni mjög hratt unnið á húsnæðisþörf þannig lagað en svo náttúrulega bara var fólk ekkert vist hvar það ætlaði að búa og svo framvegis. Þetta voru bara mjög ólíkar aðstæður því sem kannski voru þá, miklu stærri hópur og bygging hefði alltaf tekið langan tíma. Það bara vildi þannig til að það var til dálítið húsnæði, margir fóru bara strax og keyptu sér hús. Þannig að þegar að þjónustumiðstöðin í Tollhúsinu lokar í júní 2024, bara hálfu ári eftir rýmingu, þá vorum við með svona milli 10 og 15 fjölskyldur á svokölluðum neyðarlista. Þannig að fólk var komið í hús en hvort það var akkurat húsið sem það vildi búa í eða vera það, gat svo tekið tíma bara, fekk kannski leigu til skemmri tíma en í dag held ég, á ég að vera einhvers annars þar? Haldás, já. 500, já. En það sem sagt svona kannski þau mál sem að við vorum ekki endilega mjög mikið en auðvitað bara lærum við af öllum atburðum og ég held að þessi lengri tíma sálræna aðstoð sé það sem að við kannski tókum mest lærdóm af að þarf og við vitum það að það er ekki nóg að bara hafa sálræna skyndihjálp heldur þarf að fylgja fólki eftir sem hefur verið gert með þessum hætti í þessu tilfelli. Teymið tók yfir húsnæðisstuðning, það var gríðarlega hátt flækjustig þar, ég ætla kannski að kafa ofan í þetta, ég setti bara hugtökin þarna sem að fólk þurfti að kunna skila og sem var á leigumarkaði, það þurfti að vita munin á sértækum húsnæðisstuðningi, sérstökum húsnæðisstuðningi, almennum húsnæðisbótum og viðbótarhúsnæðisstuðningi. Þetta var svona það sem fólk þurfti að sækja á mismunandi stöðum og vita nákvæmlega hvenær það átti rétt að hverju og hvað og þetta var. Við fengum þennan viðbótarhúsnæðisstuðning svona bara óvart í hendurnar. Það var gefin út reglugerð 10. apríl og fólk átti að fá greitt 1. maí og þar kom páskafrí á milli þannig að það voru góð ráð dýr. Við unnum og bara bókstaflega nótt og dag við að finna umsóknarkerfi tengjast fjársýslu, HMS og öðrum stofnunum til þess að fólk fengi greitt sem allra fyrst því að við vitum náttúrulega fjárhagsleg vandræði eru ekki til að bæta á sálræna andlega vanlíðan. Og þessu fylgdi þessum stuðningi fylgdu þær kvaðir fyrir umsækjendur þau þurftu að hitta ráðgjafa teymisins. Allir sem fengu viðbótar húsnæðisstuðning hittu ráðgjafa teymisins og fengu fjármálaráðgjöf eða bara stuðningur ráðgjöf við það sem þurfti. Þannig að við tókum 150 viðtöl við fólk all land og erlendis sem var að sækja þennan viðbótar húsnæðisstuðning sem að þýddi 90% endurgreiðslu af leigugreiðslum fólks. Þannig að þetta er svona bara að stikla svolítið á stóru og að þau fengið spurningar um lærdóm og það er náttúrulega bara nauðsyn þess að það sé samfellega þjónustu. Það verði ekki rof á, til dæmis að teymið hafi tekið við strax og þjónustumiðstöðin lokaði var held ég mjög gott þó að tæki smá stund fyrir fólk að segja á því að teymið væri til staðar. Og það þarf að nýta það sem við kunnum. Það er ekki alltaf, ef það gerist eitthvað viðlíka aftur þá væri gott að geta gripið í til dæmis þetta, ef fólki finnst þá að þetta gefist vel að þurfi ekki að finna upp hjólið og þegar við nefndum nú ákveðna hópa að reyna að ná betur til dæmis íbúa af erlendum uppruna, það er svona sérstaklega, það er verkefni sem að má alveg setjast betur yfir og kanna hvernig við náum að koma upplýsingum til þeirra svo vel sé. Ungmenni á aldrinum 18 til 25 ára falla gjarnan á milli sprungna í þessu samhengi. Og svo þessi hópur, ömmurnar og afarnir sem ennþá virku á vinnumarkaði og svona að harka af sér fyrir fjölskylduna og leita kannski ekkit endilega hjálpar því að það er ekki það sem að, þeim var kennt í uppvöxtinum. Þetta fólk á aldrinum 50 til 67 ára, við sáum það mjög mikið vera að brotna niður svona undir þann tíma sem að teymið var svona hætt að taka á móti umsóknum sálrænan stuðning. Og svo bara gera einmitt langtíma áætlun allt það sem er náttúrulega bara í vinnslu. En já, ég held ég sé að þetta á tíma, þannig að þið bara hnippið í mig eða það er einhverja spurningar. Þetta er takk fyrir þetta, það var mjög yksamt að sjá þetta.
Mér langar bara að spyrja, hvernig hefur það? Já, góð spurning. Ég langar bara að vita, hvernig var haldið utan ykkur? Það er greinilegt að þið eru bara sett inn í einhverja brjálæðislegar aðstæður sem við erum oft að lenda í. Já. Fenguð þið nógu góðan stuðning? Eða voruð þið bara að vinna dag og nótt og bara enginn átt að sjá því að það þyrfti kannski þegar fleiri starfsmenn? Mjög góð spurning. Ég held að við vorum náttúrulega bara mjög duglega að styðja hvort annað. Þarna er náttúrulega bara allt fagfólk og sem að kemur úr þessum geira má segja einhverju leyti og hefur verið kannski í þannig störfum. Ég hef verið að vinna í barnavernd og félagsþjónustu, móttöku flóttafólks og svona, þannig að það er bara eðlilegt að leita sér handleiðslu og það er svona það sem að við bara þurfti kannski ekki endilega að ræða en við gerðum og það var þrátt fyrir allt ágæti stemming og ég held að þeir sem hafa tekið til dæmis verið í svona bráða verkefnum, þú ferð í útkall eða eitthvað slíkt að þá er ekkert endilega þung stemming eða einhvern veginn, þetta var bara verkefni, við vissum að vera tímabundi, starfstíma teymisins líkur núna í lok maí og ég ákvað bara að skipta algjörlega kúrs og vera frá að vinna á Sólheim í Grímsnesi í sumar, bara það var hyggulegt. Þannig að ég held að við séum bara í þokkalegu standi, við vissum alltaf að þetta væri stórt verkefni og það hefur bara verið svona kannski verst að sjá hvað fólki líður illa og hvað svona atburðir hafa víðtæk og djúpstæð áhrif sem að koma til með að vara næstu áratugi og mikilvægt að hafa það í huga. Þannig að, en já, takk fyrir spurninguna. Nei, þjónustuteymið var eingöngu sett á fót til þess að styðja við þá sem að bjuggu í Grindavík 10. nóvember 2023 en svo gerir ég ráð fyrir að stofnanir eins og lögreglan svona sé með sín kerfi og viðbragð virt en ég sá það var. Já, ég var bara að velta fyrir mig þegar þið horfið tilbaka, þú eða þið, þetta var eitthvað sem ykkur fannst ofið og þið hugsuðu bara, já, nei, þetta myndum við ekki gera svona aftur eða þetta var bara óþarfi, þetta vorum við að gera of, því þetta snýst svo mikið resursa og nýta þá á bestan hátt, þannig að, og maður sér það yfirleitt ekkert eftir á. Þannig að ég var svoleiðis lært, hvort það hefði verið eitthvað svona, já, þetta gott að muna. Það okkur fannst náttúrulega algjörlega galið að við fengjum hennan húsnæðisstuðning í hendurnar. Ég var sett sem verkefnisstjóri við því og við vorum allan tíma bara hvað í veröldinni eru félagsráðgjafar og sálfræðingar að reikna út greiðsluskjöl til fjársýslunar. Þetta var bara svona hluti sem að fullt af fagfólki sem er menntað og þjálfað í svona vinnu sem hefði auðvitað þarf að reyna að setja verkefni á fólk sem er til þess bært en ekki að setja aukað álagið á. Við vorum sannarlega fagaðilar að vinna að ákveðnu verkefni en svo bara því að engin annar vildi taka þetta þá var bara já þjónustuteymi tekur þetta. Þannig að við leituðum að hagfræðingi og þurftum bara einhvern veginn að það er alveg klárlega lærdómur sem við þurfum að taka með að reyna að finna fólk sem bara kann það sem þarf að gera og getur gengið beint í það í staðan fyrir að læra það. Nú gefum mjög mikið gögnum þá líðan þeirra á þessum tíma. Er eitthvað, haldið utan það áfram á svona framtíðar eftirfylgni upp á, Já, þannig að hafa verið gerða kannanir og bæði spurningakannanir og hefur verið unnið að rýnihópa verkefni líðan Grindvíkinga og það er stór rannsókn í gangi. Það eru mjög margir sem hafa áhuga á Grindavík og Grindvíkingum og fjallum það. Og bara mjög góð ábending að það þurfi að halda áfram, það þarf að halda utan þetta og safna þessu saman og sjá til að þessi saga gleymist ekki og svo er bara spurning hver tekur það að sér og stýrir þeirri vinnu, það er bara, já, ég bara veit ekki alveg hvert framhaldi verður á því. Mér finnst líklegt að það verði innan ráðuneytis, þannig að það er búið að vera þar sem við hafa sett svona reglulegar kannanir út, þannig að þeir hljóta að hafa það til 5 og 10 ára eða eitthvað slíkt. Akkurat. En það er líklegt. Og Randís er búin að styrkja, Já. Þetta allavega með rannsókn sem tókadóttir mun leiða og það er bæði fyrir börn og fullorðna. Það verður hugað af þessum 2 vítum. Já, það er langtíma rannsókn þannig að það er ýmislegt í gangi, bæði erlendir og innlendir vísindamenn sem hafa mikinn áhuga á þessu og þetta verður stúdrið en svo auðvitað þarf bara að passa að fenni ekki yfir þekkinguna og við nýtum hana áfram. Heyrðu, takk fyrir.